Ok, við skoðum hérna ferilhildið við vigursvið. Við erum okkur að gefa vigursvið F og svo einhvern feril C í þriðja. Og R er einhver stikun á ferlinum C. Þá skilgreinum við ferilhildið F yfir ferilin C sem heildið yfir ferilin C, það sem stendur hérna, af F dr sem heildið frá A til B af F með við stikunina, debilfaldaði við stikunin diffruð hérna. Og aðtöðu að þetta hér er algjörlega óháð í hvernig við veljum að stika ferilin C. Munið þar margar leiðir til að stika til dæmis sömu beinu línuna. En þetta er háð í hvar við byrjum og endar. Það er segja, ef ferillin minn C er einhver einn svona, hann fer frá A upp í B, A og B er einhver hnit, þá ef hann á að byrja A og fara upp í B, þá verður alltaf að stika í rétta átt. En svo hvernig við veljum að stika hann, það er algjörlega óháð niðurstöðunni. Niðurstöðunni er óháð vali af stikun. Þannig að við skulum pröfa að taka dæmi. Ok, hér er okkur gefið vigursvið y mínus xj og ferillin C er bein lína frá 1,0 í 0,-1. Þannig að 1 hérna segjum það, 1 hérna, 1 hérna, 1 hérna. Þannig að við förum hérðan og hingað, þessa hérna línu. Þannig að og verkefnið er að heilda eftir ferlinum C vigursvið F. Ok, þannig að við þurfum að heilda frá einhverjum mörkum frá A til B sem við þurfum að ákveða F af R debilfaldað eða innfaldað við R mert dt. Þannig að fyrsta verkefni er að stika ferilin C. Ok, ferilin C er bein lína, þannig að ég stika hann með R fer frá 0 upp í 1 yfir í R í öðru og R, skrifum þetta hérna, er, og reyfum þetta aðeins upp hérna, stikum beina lína frá x til y er alltaf gefið svona, er alltaf hægt að gefa svona, t er bein 0 til 1 yfir í R í öðru, þetta má vera R í þriðja, R í fjórða, hvað sem er. R af t er x, upphafspunkturinn pluss t sinnum y mínus x og endapunkturinn mínus upphafspunkturinn. Og við sjáum hérna ef við skoðum þetta myndrænt að y mínus x er einmitt stefnu vigur línunar frá x til y og svo gefum við einhvern punkt hérna til að færa hann á akkurat þennan stað í rúminu. Þannig að við gerum þetta fyrir línun okkar hérna, við fyrir úr 1,0 pluss t sinnum 0 mínus 1 mínus 1,0. Þannig að línan okkar er 1 mínus t og 0 mínus t, sér svona. Þannig að við þurfum að finna f af r. F meða við stikunina. Og f er þannig vigur að hann tekur inn y setna staki bara óbreytt hér, þannig að ég tekur minn mínus t þar. Og mínus x hérna, mínus fyrsta stakið, mínus þetta hérna. Sér svona. Svo setjum við okkur upp heildið okkar. Þannig að heildið eftir ferlinum C af f dr er heildið frá 0 upp í 1 af f af r, það er hérna mínus t mínus 1. Skrifum það sem ég ætla að segja. Svona, debilfaldað við afleiðina af r. R mert er 1 mínus t diffraðar mínus 1 og mínus t diffraðar mínus 1. Þannig að hérna stættum mínus 1 mínus 1. Svo reiknum við innfældinu. Mínus t sinnum mínus t er t. T mínus 1 sinnum mínus 1 er mínus t pluss 1. Þannig að við erum að heilda 1 á bili 0 til 1. Við fáum einfaldlega 1. Ok, pröfum að gera núna sama dæmi, breytum eilítið ferlinu. Í staðan fyrir að fara hérna beinu línuna frá 1,0 í 0,-1, það er að fara svona ringlaða feril, svona 3/4 úr ring. Þetta á að vera þá x í öðru pluss y í öðru rétt og 1 í öðru. Ok, pröfum að gera nákvæmlega sama, en núna stikum við þá í staðin ringin en ekki línuna. Þannig að fyrsta verkefni er að stika C. Og þetta er svona hringlaferill, þannig að ég ætla að láta, ég þarf að stika hana rangsælis,
en þess að ég vil fara úr þessum punkti í þennan, þannig að ég þarf að stika í þessa átt. Og þá ætla ég að nota bara klassíska stikun á hring, einu sinni kósinus af t og einu sinni sínus af t. Og að því ég fer frá hérna og 3/4 hring, þá fer ég frá 0 og upp í 3π hálfu. Hérna hálf pi, 3π hálfu. Ok, núna þarf ég þá að reikna f af r, nýju stikuninu minni, á nýja ferlinum líka. Þá tek ég hérna f af x tekur fyrst uppslónhnitið mitt sínus og svo mínus x-hnitið, þannig að mínus kósinus. Svo reikna ég r mert. Þá er ég að diffra þetta hérna lið fyrir lið, kósinus verður mínus sínus og sínus verður kósinus. Svo setjum við upp heildið okkar. Þá fæ ég heildið frá 0 upp í 3π deilt með 2, sínus t mínus kósinus t, debulfaldað við, eða innfaldað við mínus sínus t kósinus t. Ég fæ sínus sinnum mínus sínus, það er mínus sínus í öðru. Ég fæ mínus kósinus sinnum kósinus, það er mínus kósinus í öðru. Mínus 1 kemur út fyrir sviga og eftir stendur þá bara sínus í öðru pluss kósinus í öðru sem er 1. Og þá stendur mínus 1 dt, þannig að það verður mínus 3π deilt með 2. Hérna sjáum við hvernig við heildum eftir öðrum ferli og fengum eitthvað annað. Ok, nú kemur í ljós að stundum skiptir ekki máli hvaða leið við förum hérna frá A til B. Við kallum upphafspunktinn hérna A og endapunktinn B. Upphafspunktinn A fáum við náttúrulega með að setja bara R af fyrsta t-nu og endapunktinn fáum við R af síðasta t-nu ef við erum með einhverja stikun gefna. Nú kemur í ljós að í sumum tilfellum þá skiptir engu máli hvaða leið við förum á milli A og B. Við getum farið hérna hvaða leið sem er og svo heilda eftir þeim ferli, en ef hann byrjar á sama ef ég heilda yfir hérna bleika ferlin eða svarta ferlin eða bláa ferlin, þá myndi ég alltaf fá það sama bara ef ég byrja á sama stað og ég enda. Þetta gerist, þessi eiginleiki kemur fram hjá vigursviðum sem eru geimin. Og ef við skoðum aðeins þetta hérna vigursvið, þá kemur ljós að þetta er ekki geimið vigursvið, þetta er ekki varðveitið vigursvið. Reiknum hérna df1, dy, diffra hennan hér með til ljósluna fá ég 1, en ef ég diffra df2, dx, þá fá ég mínus 1. Þetta er ekki það sama. Ef að vigursviðið hefði verið varðveitið, þá hefði fengið að nákvæmlega sama þegar ég fór eftir svertu línunu, eftir blá línunni. Skoðum þetta í næsta myndbandi.